Lýður Árnason, gjör svo vel. Já, takk. Mér finnst ég eiginlega neyðast að taka aðeins undir orð Þorvaldar náðan að mér finnst B-nefndin frekar treg til þess að taka við athugasemdum annarra ráðsliða og hún sé svolítið först í sama heygarðshorninu. Sko vandamál í þessum tillögum heild að mínum dómi það að við erum alltaf með þetta sama bitbein. Það aðskilnaður löggjafals og framkvæmdavals. Ég tel það engan veginn nóg þó að þingmaður víki af þingi og gerist ráðherra, yfirleitt forystumaður í sínum flokki. Ég alveg klárað því að viðkomandi aðili, hann hættir ekkert og missir ekkert sín ítök í flokknum við það heldur alveg áfram. Þannig að mér finnst vera að búa til þarna ákveðin sýndara veruleika og við erum ekki að dreifa valdinu og við erum ekki að sinna þeirri skyldu okkar miðað við það sem undan er gengið að sé eitthvað eftirlit með þessum tveimur valdþáttum. Og þetta finnst mér vera svona hnotskurn vandamál við þessar tillögur B-nefndar. Og þess vegna komum við hinn kannski með einhverja tillögur til úrbóta á okkar mati til þess að þjóðin hafi einhver tól til þess að bregðast við. Við sjáum það bara á Alþingi núna, við höfum engin tól til þess að bregðast við þingliðinu, við sitjum upp með sama fólki þó við vildum örugglega mörg hver losna við það, við höfum bara engin tól til þess. Og ég segja við höfum 3 tæki í þessari stjórnarskrá. 1 náttúrulega þjóðin sjálf, það eru við. Annað að forsetinn og hann þjóðkjörinn og 3. þá þingið. Og ég verð að segja eins og að eins og til dæmis við sjáum núna í tillögum C-nefndu sem í áfangaskelli. Við erum búin að hækka þessar tölu frá 10% upp í 15%. Og með formkröfum að fá 34.000 manns til þess að skrifa undir yfirlýsingu þess efnis að breyta lögum eða hnekkja þeim. Þetta bara gríðarlega erfitt og mínum dómi erum við búin að breyta þessu innantóma yfirlýsingum eitthvað sem við viljum sjá en verður aldrei virt. Og þess vegna verð ég bara að segja eins og að þá situr raun eftir ekkert annað en þingið og forsetinn. Og gallinn við þessa þinglegu leið, við höfum náttúrulega margótt farið við það í C-nefnd og það það að þetta gætur við misnotað og einnig hitt að þarna erum við aftur með eitthvað sem á uppsprettu sína í þinginu. Þjóðin og forsetinn eiga það ekki. Ég bara segja eins og að mér finnst betra hafa þetta bara algjörlega óbreytt og breyta engu, hvorki stjórnarmyndun, nýja skipan ráðherra, nýja málskotsrétt forseta heldur en að halda áfram þessari braut. Takk.